Góðan dag, kæra sveitarstjórn, áhorfendur og starfsmenn. Ég býð ykkur velkomin til fundar í sveitarstjórn Borgarbyggðar, fundur númer 277 og segi fund hér með settan. Þetta jafnframt síðasti fundur væntanlega þessarar sveitarstjórnar sem við höfum hér í dag. Til fundarins eru mættir aðalmenn Davíð Sigurðsson, Eva Margrét Jónadóttir, Eðvar Ólafur Traustason, Sigurður Guðmundsson, Sigrún Ólafsdóttir, Ragnhildur Eva Jónsdóttir, Bjarney Láradóttir Bjarnadóttir, Thelma Dögg Harðardóttir og sú sem hér stendur Guðveig Eyglóadóttir. Starfsmenn fundarins eru Stefán Broddi Guðjónsson sveitarstjóri og Lilja Björg Ágústsdóttir sviðsstjóri fjármála og stjórnsýslu sem jafnframt ritar fundargerð. Forseti óskar eftir að gera eftirfarandi breytingar frá auglýstri dagskrá. Bæta við einu máli, það að segja mál nr. 2602-276 sem ber heitið snjómostur í Borgarnesi og kemur þá undir dagskrárlið 25 og þá bætist við ein fundargerð velferðarnefndar frá fundi nefndarinnar nr. 171 undir dagskrárlið 33 og það var fundur sem var í byrjun þessar viku og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja þessa breytinga frá auglýstri dagskrá að gefa merki og það samþykkt samhljóða. Þá okkur ekkert annað en vanbúnað en að hefja gangandi dagskrá og venju samkvæmt það skýrsla sveitarstjóra sem fyrst og ég bið Stefán Brodda Guðjónsson gjöra svo vel. Já, forseti, sveitarstjórnarfólk, kæru íbúar og aðrir áhorfendur. Nú sem fyrir liggja ýmis framfara mál fyrir fundinum í dag. Ársreikningur lagður fram til seinni umræðu og hér á eftir kemur Halldóra Ágústa Pálsdóttir frá KPMG til okkar og fyrir kannski yfirleitt breytingar sem orðið hefur og hafa á milli umræðuna og fylgir á hlaði endurskoðunar skýrslu sem liggur fyrir fundinum. Ég vil nota tækifæri og þakka KPMG og Halldóru Ágústu fyrir afskaplega gott samstarf og leiðsögn í þessari vinnu sem að nú svona sér fyrir endan á lokahnykkurinn. Takk kærlega fyrir og takk fyrir samstarfi á þessu vettvangi á liðnum 4 árum. Nú við ræddum efni ársreiknings nokkuð ítarlega á síðasta fundi sveitarstjórnar þar sem að ársreikningur var lagður fram til fyrri umræðu en ég að sjálfsögðu reiðubúinn að taka þátt í frekari umræðu hér á eftir. Nú fjölmargir sem að eiga leið þetta sveitarfélag fara ekki í varhluta af lakara farsímasambandi nú í framhaldi af því að verið að leggja niður 3G-senda. Það eru mikil vonbrigði og ekki í takti við þau loforð sem fylgdu og forsendum sem fylgdu niðurlagningu kerfisins. Það verður rætt hér á eftir og ég treysti því að sveitarstjórn feli mér sem sveitarstjóra og mínu góða samstarfsfólki og reyndar bara sjálfu sér og þeir sem eftir koma góða leiðsögn til að vinna eftir í samskiptum við fjarskiptafélög, fjarskiptastofu, ráðuneyti og aðra sem við þurfum að leita til þess að laga þetta ástand. Nú hér á eftir verður lögð fram tillaga að sveitarfélagið setji 2 íbúðir við Hafnarklett á sölu. Leið vinnum við að því að færa hluta félagslega íbúðakerfisins okkar yfir á samstarfsvettvang við óhagnaðardrifið leigufélag. Þarna að byrja að vinna eftir nýrri stefnu Borgarbyggðar félagslegt húsnæði sem ég held að verði ætti að koma út í sjálfu sér í alls ekki lakari þjónustu, sömu jafnmargar íbúðir í boði fyrir þá sem að ræða okkar leigutaka. En þessi stefna leiðir til þess að hún verði sveitarfélaginu og leigutökum til heilla. Og ég veit ég geti rennt yfir fjölmörg önnur mál sem að hér eru á dagskránni og fjölmörg önnur mál sem að svona ofarlega á baugi í sveitarfélaginu. Og ég geti auðvitað ekki sleppt því hér að senda góða kveðju til fjáreigenda í sveitarfélaginu og allra annarra sem að standa í akkurat í búskapnum og í sauðburði. Og það var svolítið, kannski það heyrðust nú raddir sem hafa heyrst held ég á öllum kosningabaráttum alveg frá því að kosningar voru teknar upp á Íslandi þar sem á bæði frambúðsfundum í Lindartungu og í Logalandi heyrðust raddirnir að það séu kosningar svona í miðjum sauðburði. En það var nú bara þannig og þetta lýðræðisveisla en líka fögnum við vori og lífinu. En 4 ár eru fljót að líða.
og ég líti allavega, og hér síðasti sveitarstjórnarfundur þessara sveitarstjórnar á Laugardalsgöngu til kosninga. Ég líti allavega stoltur á það sem hefur áunnist á þessum 4 árum. Brátt tekur við ný sveitarstjórn og nýr sveitarstjóri. Eftir því sem óskaði eftir mun ég að sjálfsögðu leggja mig allan fram að setja minn eftirmann inn í starfið eins og hugsast getur. Nú í kosningabaráttu mikið talað framkvæmdir. Það eðlilegt, enda hafa miklar framkvæmdir einkennt starfsemi sveitarfélagsins á nýliðnu ári og kannski sérstaklega á liðnum 2 árum. En ef ég horfi tilbaka þá ég eins og mjög stoltur af því að ég tel að það voru bara miklar umbætur í starfsemi nær allra málaflokka og nær allra stofnana. Ekki misskilja mig þannig að stofnanir og málaflokkar hafi ekki verið að gera góða hluti fyrir. Það alls ekki þannig, en bara allt sveitarfélag þá finnst mér stjórnendur og starfsfólk hafa staðið sig alveg gríðarlega vel í að byggja upp og halda utan sínar stofnanir. Og það yfirleitt bara gert í mjög góðu samstarfi við notendur, foreldra, börn, eldri borgara og hvern sem að treystir á og reiðir sig á þjónustu sveitarfélagsins. Mér finnst sveitarfélagið vera að veita mjög fína þjónustu hvert sem litið og alls staðar mitt góða samstarfsfólk að hugsa hvar megi gera betur. Það ekki vegna þess að ég sem sveitarstjóri eða svona æðstu stjórnendur sveitarfélagsins eða sveitarstjórn sé stöðugt að anda ofan í hálsmálið, heldur bara af metnaði sem að fyrir vinnustæðin og skjólstæðinga, metnaði sem kemur til að við búum yfir góðum mannauði og hefð sem hefur byggst upp hér í þessu sveitarfélagi. Og hún hefur haldið velli og held ég styrkst á liðnum 4 árum. Og við sem stýrum sveitarfélaginu reynum að vera hvetjandi og sýna gott fordæmi og reynum að taka vel í flestar hugmyndir. Ég stoltur af því að ársfjórðungslega mælingar sem við tekjum upp hjá sveitarfélaginu sýna að vinnustaðir Borgarbyggðar skora mjög hátt í samanburði við vinnustaði landsins og ekki síst í samanburði sveitarfélaga á landsvísu. Það eru einfaldlega bara í toppbaráttunni. Þá verið stolt okkar starfsfólk af sveitarfélaginu vera mjög á uppleið. Stolt, metnaður og væntumþykja fyrir hönd Borgarbyggðar lykillinn að því að vinnustaðurinn Borgarbyggð og samfélagið Borgarbyggð haldi áfram að dafna. Nú kosningabaráttan algreimingi, hún málefnaleg og það verið mjög ánægjulegt að fengi tækifæri til að ræða við frambjóðendur í undanfara baráttunnar og í kosningabaráttunni og fá að deila eins vel og ég get af minni reynslu til þeirra og eins að læra af þeim og heyra hvað hefði mátt ekki betur fara í starfsemi sveitarfélagsins. Ég veit og ég sé það alveg augljóst að við munum fá flotta sveitarstjórn upp úr kjörkossum á Laugardag sem halda áfram að byggja upp okkar góða samfélag í góðu samstarfi við starfsfólk sveitarfélagsins og íbúa. Borgarbyggð stendur svo sannarlega á krossgötum og það eru gnægð tækifæri sem að stara framan í okkur. Í dag síðasti sveitarstjórnarfundur núverandi sveitarstjórnar. Undanfarin 4 ár hef ég starfað í umboði ykkar sem sitið hér í sveitarstjórn. Ég vil þakka ykkur öllum kærlega fyrir gott samstarf, vináttu og trúnað. Ég lagt mig allan fram að skila verki sem þið og við öll íbúar hér getum verið stolt af. En ekkert gerist í tómarúmi og það góða samfélag sem við byggjum í dag reist á grunni og á herðum kynslóða, hreppsnefnda sem á undan okkur komu, hreppstjórar þar á undan, goða og landnámsfólks. En takk fyrir liðin 4 ár og ég óska ykkur öllum allsins besta í ykkar verkefnum framundan. Ég veit að þau störf munu verða ykkur sjálfum og samfélaginu í Borgarbyggð til mikilla heilla. Takk hérlega fyrir mig. Takk fyrir það, Stefán Broddi. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 2 sem ber heiti viðauki við fjárhagsáætlun Borgarbyggðar 2026 með málsnúmeri 26-01-124 og það lagður fram 4. viðauki við fjárhagsáætlun Borgarbyggðar 2026 í samræmi við eftirfarandi afgreiðslu fundar Byggðarráðs númer 743. Byggðarráð samþykkir að vísa drögum á viðauka 4 við framkvæmdaáætlun til sveitarstjórnar og til umsagnar í sveitarstjórn Skorradalshreppi. Hrein áhrif á framkvæmdaáætlun engin en breytingar innan liða þar sem liður vegna slökkvistöðvar í Borgarnesi lækkar úr 60 milljónir króna í 33 milljónir króna og á móti skapa jafnhætt svigrúm samtals innan liða við íþróttahús, parkethús í Borgarnesi og hækkunar á lið við aðkomuveg fjölnota íþróttahús, knatthús. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun
Sveitarstjórn samþykkir viðauka 4 við fjárhagsáætlun 2026 með fyrirvara samþykki Skorradalshrepps. Sveitarstjóra falið að senda viðaukann til Skorradalshrepps til samþykktar. Ég býð þá fulltrúa sem samþykki að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 3 sem ber heiti ársreikningur borgarbyggðar 2025 málsnúmeri 2603-329 og það ársreikningur borgarbyggðar fyrir árið 2025 sem tekið til síðari umræðu í samræmi við afgreiðslu fundar sveitarstjórnar númer 276 og það einnig lögð fram sundurliðunarbók og endurskoðunarskýrsla. Og hingað komin Halldóra Ágústa Pálsdóttir frá KPMG sem ætlar að fara yfir þetta með okkur. Gjörðu svo vel, Halldóra. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áhorfendur. Ég vil bara fyrir hönd KPMG þakka fyrir að fá að koma hérna og kynna fyrir ykkur endurskoðunarskýrsluna og fara yfir þær breytingar sem voru gerðar á ársreikningi 2025 á milli umræðna. Ég ætla ekki að fara lið fyrir lið gegnum ársreikninginn, heldur eingöngu að fara yfir þær breytingar sem voru gerðar frá fyrri umræðu. En við endurskoðun á rekstrarkostnaði sveitarfélagsins komu í ljós reikningar sem áður höfðu verið gjaldfærðir en tilheyrðu fjárfestingum ársins og því var gerð breyting á ársreikningnum og þessir reikningar eignfærðir. Þetta var vegna grunnskóla þar var bætt í eignfærslu upp á 7,9 milljónir og búnaður í leikskóla þar var bætt í eignfærslu upp á 1,2 milljónir. Og við þessa tilfærslu þá lækkar rekstrarkostnaðurinn 9,1 milljón og afkoma sveitarfélagsins lagast því þá fjárhæð og rekstrarniðurstaða A-hluta neikvæð upp á 82,7 milljónir og á B-hluta neikvæð upp á 21,5. En þá ætla ég snúa mér að endurskoðunarskýrslunni. Ég ætla bara að byrja á glæru 2. Þar er aðeins farið yfir tilgang með endurskoðunarskýrslunni en hún er að fara yfir mikilvæg atriði sem koma upp við endurskoðun á ársreikningnum. Og hér er aðeins farið inn á ábyrgðir bæði endurskoðanda og ábyrgð stjórnenda varðandi endurskoðunina. Og eitt af því sem endurskoðendum ber að gera er að upplýsa stjórnendur verulega veikleika í innra eftirliti ef uppkoma sem er ekki í ykkar tilfelli. Og endurskoðun ársreikningsins er lokið. Síðan á glæru 3 og 4 þar eru bara upplýsingar skuldbindingu endurskoðenda, gæði í endurskoðun, hvet ykkur til að kynna ykkur það og það er líka þarna hlekkur á nánari upplýsingar. Á glæru 5 þar eru helstu niðurstöður endurskoðunarinnar settar fram. Fyrst er að telja að við höfum lagt mat á hvort reikningsskila aðferðir, reikningshaldsrætt mat og upplýsingar séu viðeigandi og við teljum að þær séu almennt viðeigandi. Endurskoðunar aðgerðirnar ná yfir 91% af tekjum samstæðu borgarbyggðar og 92% af eignum hennar. Við setjum okkur mikilvægismörk fyrir ársreikninginn þar sem upp geta komið skekkjur í bókhaldi eða í framsetningu ársreikningsins og mikilvægismörkin þau skilgreina hvaða skekkjur geta haft áhrif á lesendur ársreikningsins þannig að hann taki rangar ákvarðanir út frá reikningsskilunum. Og séu skekkjur þannig að ég ætla ekki að tala meira þetta. Í tilfelli borgarbyggðar þá er mikilvægismörkin 202 milljónir eða 3% af heildartekjum samkvæmt fjárhagsáætlun 2025. Hins vegar tilkynnum við stjórnendum alla mismuni sem eru yfir 10,6 milljónir eða 5% af mikilvægi samstæðunnar. Þessum mismunum og skekkjum sem koma fram við endurskoðunina er safnað saman á mismunulista og er lagt mat á uppsöfnuð áhrif þeirra í lok endurskoðunar. En það koma engir slíkir mismunir upp fram við endurskoðun ársreikningsins. Og rekstrarhæfi sveitarfélagsins það leggur ekki vafi á því og ekki komið upp neinir atburðir eða aðstæður sem geta valdið verulegum vafa getu sveitarfélagsins til þess að halda áfram rekstri. Veikleikar í innra eftirliti. Við viljum benda á að sökum smæðar og skrifstofu aðgreining starfa ekki með fullnægjandi hætti en stjórnendur eru meðvitaðir þennan veikleika. Þau mál sem á eftir að ganga frá og verður gert núna samhliða seinni umræðu undirritun staðfestingarbréfs stjórnenda, afgreiðsla á áritun sveitarstjórnar á ársreikninginn,
undirritun á áritun endurskoðanda og síðan verður gefin út lokaútgáfa af endurskoðunarskýrslunni. Við stjórnsýsluendurskoðunina var gerð athugasemd við tímasetningar á samþykkt viðauka í sveitarstjórn, viðauka við fjárhagsáætlanir og í sérstakri skýrslu til stjórnenda hefur komið á framfæri ýmsum ábendingum sem í kjölfar þessarar skoðunar. Síðan á glæru 6 að þar komum við aðeins inn á umfang endurskoðunar á samstæðu Borgarbyggðar. En eins og ég sagði áðan að það nær endurskoðunin yfir 91% af tekjunum og 92% af heildareignum. En Faxaflóahafnir, Menntaskóli og Menntaskóli Borgarfjarðar eru endurskoðaðir af öðrum endurskoðendum heldur en KPMG. Síðan á glæru 7 að þar förum við yfir áhætturnar sem liggja fyrir. Að það mögulega sniðgangur stjórnenda, en stjórnendur eru í aðstöðu við að eiga við fjárhagsfærslur og geta sett fram röng reikningsskil með því að sniðganga eftirlitsaðgerðir. Og endurskoðendum ber að skoða ákveðnar aðgerðir varðandi mögulega sniðgöngu stjórnenda og þar horft til óhefðbundinna viðskipta sem ekki hluti af starfsemi félagsins. Einnig eru gerðar greiningar á færslum og lokafærslum með einkenni sem geta bent til sviksemi og prófa hvort þær séu viðeigandi. Og það komu engar vísbendingar sniðgöngu stjórnenda á innra eftirliti. Síðan að glæra 8, þar með stjórnsýsluskoðunina, eins og sagði áðan, þá kom ábendingu mikilvægi þess að það sé hugað að skilyrðum 2. málsgreinar 63. greinar sveitarstjórnarlaga varðandi tímasetningar samþykkta á viðaukum við gildandi fjárhagsáætlun og bara ítrekum að það mikilvægt að brugðist sé við með viðauka og samþykki hans í sveitarstjórn áður en stofnað til aukinna útgjalda. Þá einnig við þegar einstaka framkvæmdir fara fram úr fjárheimildum fjárfestingaráætlunar viðkomandi verkefnisins. En að öðru leyti þá vísa ég bara til skýrslu stjórnsýsluskoðun sem hefur verið kynnt fyrir stjórnendum. Síðan á glæru 9 að þar varðandi lífeyrisskuldbindinguna, en hún byggir á vinnu tryggingastarfræðings. Skuldbindingin byggir á fyrirfram skilgreindum forsendum og hafa stjórnendur ekki tök á að eiga við matið á henni. Hluti af endurskoðun okkar að meta hæfi tryggingastarfræðings og yfirfara þau gögn sem hann byggir vinnu sína á og eru niðurstöður okkar án athugasemda. Glæra 10, þar eru veikleikar í innri eftirliti, en tilgangur endurskoðunar að veita álit á reikningsskilunum. Við endurskoðunar tökum við tillit til innra eftirlits sem tengist gerð reikningsskilana til þess að skipuleggja viðeigandi endurskoðunaraðgerðir en ekki til þess að veita álit á virkni innra eftirlits sveitarfélagsins. Við upplýsum verulega veikleika í innra eftirliti sem koma í ljós við endurskoðun og verðskulda okkar mati athygli sveitarstjórnar. En eins og ég sagði áðan vegna smæðar skrifstofu erfiðleikum bundið við að koma á fullkominni aðgreiningu starfa og við viljum bara vekja athygli á mikilvægi þess að stjórnendur hafi í huga þá áhættu sem felst í að heimildir starfsmanna séu of víðtækar, en möguleg áhrif þess eru aukin hætta á að starfsmaður færi rangar færslur vegna mistaka eða af ásetningi án þess að það uppgötvist. Við leggjum til að farið sé yfir heimildir starfsmanna með markvissum hætti og að fremsta megni leitast við að lágmarka fjölda notenda sem hafa víðtækar heimildir og að heimildir starfsmanna séu í takt við ábyrgðarhlutverk og stöðu. Stjórnendur eru meðvitaðir þennan veikleika og hafa brugðist við með viðeigandi hætti. Síðan á næstu 2 glærum að þá má sjá upplýsingar það sem endurskoðendum skylt að veita atriði sem varða sviksemi, lög og reglur, tengda aðila, verulega erfiðleika eða önnur mikilvæg atriði. En það ekkert sem hefur komið upp varðandi þessi atriði sem við þurfum að upplýsa sérstaklega Og þá komið að viðaukunum og á glæru 14 þá erum við komið að horfa á áætlunina fram til 2029. Og þar eru þá lykiltölur miðað við ársreikning 2025 settar fram í samhengi við fjárhagsáætlun 2026 til 2029. Áætlanirnar fram til 2029 gera ráð fyrir jákvæðri rekstrarniðurstöðu og á glæru 15 að þar setjum við upp mynd sem sem svona rekur þetta á. Ég ætla aðeins að fara bara yfir það.
Tekjur á næsta ári samkvæmt áætlun að fara úr tæplega 7,8 milljörðum í rúmlega 8,6 segi og vöxtur á milli ára 9,4% ef hort á árauntölu 2025 og síðan áætlað að tekjur vaxi þarna 3,4 til 3,9% fram til 2029. Rekstrargjöld áætluð 2026 upp á 7,7 milljarða samanborið við 7,4 milljarða núna 2025 og áætlað að rekstrargjöldin aukist 9 til 9,4% til ársins 2029. Og áætlað að rekstrargjöldin verði í kringum 90,6 til 91% af tekjum til næsta ára sem aðeins lægra hlutfall heldur en 2025 en nokkuð í samræmi við árin þar á undan. Og væntingar ykkar framlegð á rekstrinum til næstu ára á bilinu 9 til 9,4% og síðan ef við horfum á sjóðstreymið að þá gera áætlanir ráð fyrir fyrir árin 26 til 29 ráð fyrir að veltufé frá rekstri sé á bilinu 769 til 807 milljónir og að teknu tilliti til afborgana á langtímalánum og öðrum skuldbindingum verður greiðsluafgangur til að nýta í fjárfestingar á bilinu 127 til 149 milljónir á tímabilinu gangi áætlanirnar eftir. Það gert ráð fyrir fjárfestingum upp á 2,4 milljarða núna 26 og 1 milljarð 27 og 28 og síðan 183 milljónir 2029. Uppsöfnuð fjárþörf vegna fjárfestinganna nemur 4,6 milljónum í árslok 2029 gangi áætlanir eftir og uppsöfnuð lántaka í lok tímabilsins nemur 3,6 milljörðum. Uppsöfnuð fjárþörf í árslok 2029 því 328 milljónir. Síðan neðst í töflunni að þar kennitölur og þar má sjá að rekstrarjöfnuðurinn jákvæður fyrir öll árin. Væntingar ykkar afkomu 26 til 28 hóflegar með 29 eru hóflegar með við afkomu síðustu ára fyrir utan 2025 þegar var tap á rekstrinu. Skuldahlutfall verður á bilinu 116 til 123% en hámarkið þar 150% og skuldaviðmið verður á bilinu 95 til 101%. Síðan á glæru 16 má sjá myndræna framsetningu á þessum tölum sem við vorum að fara yfir og þar má sjá framlegð og framlegða hlutfall 2025 dettur niður úr 10,2% frá 24 niður í 4,4% en áætlanir gera svo ráð fyrir að það fari upp í rúm 9% næstu ár. Rekstrarjöfnuðurinn dettur líka aðeins niður sökum tapsins 2025. Skuldamiðið töluvert undir hámarki en hækkar næstu árin sökum mikilla framkvæmda sem voru 2025 og áætlaðar áfram og aukin lántaka vegna þeirra. Þá ég búin að fara yfir endurskoðunarskýrsluna og vil bara að lokum þar sem kjörtímabil að ljúka og vil ég bara þakka fráfarandi sveitarstjórn og sveitarstjóra og stjórnendur sveitarfélagsins fyrir bara gott samstarf á liðnum árum. Takk fyrir mig. Takk fyrir þessa greinargóðu yfirferð Halldóra Nándal og forseti gefur orðið laust þriðja dagskrárlið sem ársreikningur borgarbyggðar 2025. Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, takk fyrir það forseti, sveitarstjórn, starfsmenn og aðrir áheyrendur. Mig langar að leggja fram hér stutta bókun svona í ljósi þess að þetta síðasti ársreikningur þessa kjörtímabils og hún svohljóðandi. Kjörtímabil núverandi sveitarstjórnar Borgarbyggðar undir forystu Framsóknarflokksins sem hófst vorið 2022 nú senn á enda. Í skýru umboði kjósenda sveitarfélagsins var ráðist í gífurlega uppbyggingu. Þar ber helst að nefna skólahúsnæði, íþróttamannvirki og nýjar lóðir fyrir íbúðabyggð og atvinnulíf. Framan af var lögð áhersla á undirbúning, næst útboðsvinnu og eingöngu fjárfest fyrir sjóðstreymi frá rekstri. Á síðasta ári var ráðist í landtökur enda árið 2025 líklega mesta framkvæmda ár í sögu sveitarfélagsins. Frá árinu 2022 hafa eignir Borgarbyggðar aukist 4 milljarða króna, eigið fé sveitarfélagsins hefur aukist 1,5 milljarða
og heildarskuldir tæplega 2,6 milljarða króna. Nýjar eignir eru nýir og endurbættir skólar, íþróttamannvirki, götur, stígar, lóðir og margt fleira. Viðmiðun skuldir enn í góðu samræmi við áætlun og á sambærilegum slóðum og gerist til dæmis meðal sambærilegra landstóra fjölkjarna sveitarfélaga. Rekstur síðasta árs var margt óvenjulegur. Borgarbyggð varð fyrir mikilli tekjuskerðingu vegna lækkunar á endurgreiðslum ríkissjóðs vegna fjárhagsaðstoðar. Framlög frá jöfnunarsjóði stóðu í stað og reiknaðar lífeyrisskuldbindingar hækkuðu töluvert. Það kemur meðal annars til vegna þess að laun starfsmanna sveitarfélaga hækkuðu talsvert umfram almenna markaðinn á landsvísu. Þessi liðir eru stærsta ástæða þess að afkoma Borgarbyggðar var neikvæð og veldur vonbrigðum. Þessir einstaka liðir segja hins vegar lítið til kjarnarekstur sveitarfélagsins. Það er ástæða til að halda áfram þeirri vinnu að þrýsta á að ríkið taki fulla ábyrgð á fjárhagsaðstoð við flóttafólk og gæta þess að Borgarbyggð verði ekki fyrir skerðingu á framlögum jöfnunarsjóðs þrátt fyrir að grunntekjustofnar sveitarfélagsins sé að styrkjast. Þá þarf alltaf að hafa augun á tækifærin til hagræðingar í rekstri. Á nær öllum sviðum hefur tekist að efla þjónustu við íbúa, í skólamálum, félagsþjónustu, íþrótta- og æskulýðsmálum og skipulagsmálum svo nokkrir málaflokkar séu nefndir. Þrátt fyrir það hefur starfsfólki sveitarfélagsins ekki fjölgað. Skipulagsbreytingar hafa skilað farsælum árangri. Borgarbyggð í fararbroddi í innleiðingu stafrænnar þjónustu. Rekstur Borgarbyggðar í góðum farvegi og vill meirihluti Framsóknarflokksins nota þetta tækifæri til að þakka öllum stjórnendum og starfsfólki sveitarfélagsins fyrir ráðdeild, skynsemi og afar gott samstarf. Takk. Kæra þakki fyrir það, Davíð. Og orðið ennþá laust þriðja dagskrárlið sem ársreikningur Borgarbyggðar 2025. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Ársreikningur Borgarbyggðar 2025 ásamt sundurliðina bók og endurskoðunarskýrslu lagður fram til síðari umræðu í sveitarstjórn. Halldóra Ágústa Pálsdóttir frá KPMG fór yfir breytingar á ársreikninga á milli umræðna og endurskoðunarskýrsluna. Sveitarstjórn samþykki framlagðan ársreikning, endurskoðunarskýrslu og staðfestingarbréf stjórnenda. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða og kærar þakkir til þín, Halldóra Ágústa Pálsdóttir, sem yfirgefur þá nú fundinn. Þá erum við komin á dagskrárlið númer 4 sem ber heitið kosningar í ráð og nefndir 2022-2026 og það ekki seinna vænna en að klára þær kosningar. En það málsnúmer 22.05.140 og í ljósi hæfisreglna þurfti að gera breytingar á fulltrúum undirkjörstjórna vegna sveitarstjórnarkosninga 2026 en nýir fulltrúar voru skipaðir inn á fundi sveitarstjórnar nr. 276. Vegna undirkjörstjórnar Lindatungukjördeildar áréttað að Stefanía Hulda Þórðardóttir sem skipuð var á fundi sveitarstjórnar nr. 276 skipuð inn sem aðalmaður í undirkjörstjórnina. Vegna undirkjörstjórnar Kleppjárnsreykjakjördeildar áréttað að Fjölnir Jónsson sem skipaður var á fundi sveitarstjórnar nr. 276 skipaður inn sem varamaður í undirkjörstjórn. Í undirkjörstjórn Borgarneskjördeildar bætist við varamaður Helga Sigurlína Halldórsdóttir. Í undirkjörstjórn Skorradalsdeildar eru skipaðir eftirfarandi fulltrúar sem aðalmenn Davíð Pétursson, Ástríður Guðmundsdóttir og Sigrún Guttormsdóttir Þormar. Sem varamenn þeirra Gunnar Rögnvaldsson, Óli Rúnar Ástþórsson og Karolína Hulda Guðmundsdóttir. Frekari upplýsingar skipun undirkjördeildar má finna á heimasíðu sveitarfélaganna Borgarbyggðar og Skorradalshrepps. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Og það enginn sem kveður sér hljóðs og þá biður það fulltrúa sem samþykkja þær tillögur sem forseti las hér upp að framan að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið númer 5 sem ber heitið breytingar á barnaverndarlögum og uppbyggingu barnaverndarþjónustu sveitarfélaga með málsnúmeri 22.01.148 og það afgreiðsla frá fundi sveitarstjórnar nr. 276
Afgreiðsla frá fundi velferðarnefndar nr. 170 og þar lagð fram drög að viðauka við samþykkt sveitarfélagsins vegna fullnaðarafgreiðslu mála hjá Barnaverndarþjónustu Vesturlands samkvæmt 3. málsgrein 12. greinar barnaverndarlaga nr. 80/2002. Velferðarnefnd samþykki samhljóða viðauka við samþykkt sveitarfélagsins og vísaði til staðfestingar í sveitarstjórn. Drög að viðauka við samþykktum stjórn Borgarbyggðar vegna fullnaðarafgreiðslu mála hjá Barnaverndarþjónustu Vesturlands samkvæmt 3. málsgrein 12. greinar barnaverndarlaga nr. 80/2020 lagðar fram til fyrri umræðu. Sveitarstjórn samþykkti framkomnar breytingar á samþykktum fyrir sitt leyti og fól sveitarstjóra að fullvinna þær og vísa til síðari umræðu í sveitarstjórn. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykki framlaga breytingar á samþykktu sveitarfélagsins viðauka 1 vegna Barnaverndarþjónustu Vesturlands og verklagsregla þar að lútandi. Forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki og það samþykkt samhljóða. Við erum komin að 6. dagskrárlið hér í dag sem ber heiti fjarskiptasambandi í Borgarbyggð með málsnúmeri 2501/076. Í framhaldi af lokunum á 3G og 2G farsímakerfum hafa íbúar og aðrir vegfarendur Borgarbyggð fundið fyrir verulegri skerðingu á fjarskiptasambandi og málið því lagt fyrir sveitarstjórn til umræðu og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það liggur hér fyrir bókun sem svohljóðandi. Fjöldi íbúa og vegfarandi Borgarbyggð hefur fundið fyrir verulegri skerðingu á farsímasambandi að undanförnu. Í umræðu manna á milli útfösun 3G farsímaþjónustu talin langlíklegasta skýringin. Gott fjarskiptasamband snýst lífsgæði og öryggi og hágæðasamband skapa tækifæri í atvinnu, afþreyingu og samskiptum. Uppbygging 4G og 5G kerfa því fagnaðarefni. Margt bendir hins vegar til að niðurlagning 3G senda í Borgarbyggð hafi víða verið ótímabær. Þar hafi verið stigið mjög stór skref aftur á bak í þjónustu við dreifðar byggðir sem ekki verið bætt með núverandi drægni 4G og 5G kerfa landsins. Það veldur óviðunandi skerðingu á þjónustu fyrir íbúa, gesti og vegfarendur í dreifbýli í Borgarbyggð og land allt. Þá mikilvægt öryggismál að ekki verði skyndileg skerðing á farsímasambandi. Sveitarstjórn Borgarbyggðar felur sveitarstjóra að óska eftir upplýsingum frá fjarskiptastofu áhrif lokunar 3G senda á fjarskiptaþjónustu innan Borgarbyggðar. Í ljósi upplýsinga frá íbúum skerta þjónustu telur sveitarstjórn Borgarbyggðar tilefni til endurskoða ákvörðun lokun 3G senda á landsvísu og ég bið þá fulltrúa í sveitarstjórn sem samþykkja þessa bókun að gefa merki og það að sjálfsögðu samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 7 sem ber heiti breyting á landnotkun Hvítárvellir 133886 efnitökusvæði með málsnúmeri 2604/243. Það afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar nr. 86. Þar segir í bókun skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja framlagða lýsingu til auglýsinga fyrir breytingu á aðalskipulagi Borgarbyggðar 2025-2037 samkvæmt 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og þetta var samþykkt samhljóða og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykki framlagða lýsingu til auglýsingar fyrir breytingu á aðalskipulagi Borgarbyggðar 2025-2037 samkvæmt 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og forseti biður það fulltrúa sem samþykkja að gefa merki og það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 8. dagskrárlið sem ber heitið umsókn deiliskipulag Sveinukot með málsnúmeri 2512/076. Það afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar nr. 86. Þar segir í bókun nefndarinnar skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja framlagt deiliskipulag samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010 með þeim breytingum sem gerðar voru með tilliti til umsagna og athugasemda sem bárust á kynningartíma en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum og þetta var samþykkt samhljóða í nefndinni. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið.
Það er enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlag deiliskipulags samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010 með þeim breytingum sem gerðar voru með tilliti til umsagna og athugasemda sem bárust á kynningartíma en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Og ég bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 9. dagskrárliði sem ber heitið umsókn deiliskipulag Baula með málsnúmeru 25.03.334 og það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar nr. 86. Í bókun nefndarinnar segir skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja framlag deiliskipulag samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010 með þeim breytingum sem gerðar voru með tilliti til umsagna og athugasemda sem bárust á kynningartíma en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir framlag deiliskipulags samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010 með þeim breytingum sem gerðar voru með tilliti til umsagna og athugasemda sem bárust á kynningartíma en breyta ekki auglýstri tillögu í grundvallaratriðum. Forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Við erum komin að dagskrárlið nr. 10 sem ber heitið Bjargsland 2 breyting á deiliskipulagi með málsnúmeru 26.03.048 og það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar nr. 86. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn í ljósi athugasemda sem bárust á grenndarkynningartíma að breyting á deiliskipulagi Bjargsland 2 svæði 1 verði sett í málsmeðferð samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og skipulags- og byggingarnefnd felur skipulagsfulltrúa að svara framkomnum athugasemdum. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Davíð. Takk fyrir það, forseti, sveitarstjórn, starfsmenn og aðrir áheyrendur. Bara til nánari útskýringa þá snýr þetta deiliskipulag að götunni Fjóluklett hinum forna og tengingu hans við Fjóluklett hinn nýja sem er unnið að gatnagerð núna. Þetta var tekið fyrir sem óveruleg breyting á deiliskipulagi en í ljósi fjölda athugasemda sem bárust á kynningartíma þá var tekin ákvörðun í nefndinni að stíga skrefið tilbaka. Það var meðal annars bent á það að það væri óeðlilegt, þetta væri óveruleg breyting og það verður farið með þetta í fulla málsmeðferð sem verulega breyting á deiliskipulagi. Takk. Takk fyrir það, þessar útskýringar frekari Davíð og orðið er ennþá laust dagskrárlið nr. 10. Það er ekki fleiri sem kveða sér hljóðs og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir að breyting á deiliskipulagi Bjargsland 2 svæði 1 verði sett í málsmeðferð samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Við erum komin að dagskrárlið nr. 11 sem ber heitið umsagnir skipulagsmál með málsnúmeru 26.03.342. Það er afgreiðsla frá fundi skipulags- og byggingarnefndar nr. 86. Skipulags- og byggingarnefnd telur að framkvæmdin sé ekki háð mati á umhverfisáhrifum og felur skipulagsfulltrúa að leggja umsókn fyrir sveitarstjórn til afgreiðslu og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn tekur undir með skipulags- og byggingarnefnd og telur framkvæmdina ekki háða mati á umhverfisáhrifum. Sveitarstjórn felur skipulagsfulltrúa að ljúka við umsókn og senda til HMS. Forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki og það er samþykkt samhljóða. Við erum komin að dagskrárlið nr. 12 sem ber heitið félagslegt leiguhúsnæði með málsnúmeri 18.10.002 og það er svo á fundi byggðarráðs nr. 743 var samþykkt samhljóða eftirfarandi afgreiðsla. Tillagan er í samræmi við nýja stefnu borgarbyggðar félagslegt leiguhúsnæði sem staðfest var á fundi sveitarstjórnar nr. 274. Byggðarráð samþykki fyrir sitt leyti og leggur til við sveitarstjórnar 2 íbúðir við Hrafnagötu 4 verði settar á sölu. Byggðarráð felur sveitarstjóra að halda áfram samtali við óhagnaðardrifin leigufélög félagslegt leiguhúsnæði og jafnframt að halda áfram að rýna hvort tilefni sé til að gera frekari breytingar á regluverki sveitarfélagsins til að greiða götu leigutaka og húsnæði sem fellur betur að þeirra þörfum. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið.
Það er enginn sem kveður þessu hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir að 2 íbúðir við Hrafnaklauf 4 í borginni sem verði settar á sölu, enda er það í samræmi við nýja stefnu borgarbyggðar félagslegt leiguhúsnæði. Sveitarstjóra falið að vinna málið áfram. Forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Við erum komin að 13. dagskrárliðið sem ber heitið beiðni beitarhólf á leigu með málsnúmeri 2604 046 og það er afgreiðsla frá fundi umhverfis- og landbúnaðarnefndar nr. 73. Þar segir í bókun nefndarinnar umhverfis- og landbúnaðarnefnd samþykki fyrir sitt leyti samning við Halldór Sigurðsson leigu á beitasvæði og vísa málinu til endanlegrar afgreiðslu í sveitarstjórn. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykki framlagan samning við Halldór Sigurðsson vegna beitilands á Hamri, landi vestan Vesturlandsvegar á svæði 2 með gildistíma til 31. desember 2029. Sveitarstjóra falið að undirrita samninginn. Forseti biður þá fulltrúa sem samþykki framkomna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Og við erum komin að dagskrárlið nr. 14 sem ber heitið beitarsamningur Hamarsland 2026 til 2030 með málsnúmeri 2604 042. Það er afgreiðsla frá fundi umhverfis- og landbúnaðarnefndar nr. 73 og þar segir í bókun nefndarinnar umhverfis- og landbúnaðarnefnd samþykki fyrir sitt leyti samning við Hestamannafélagið Borgfirðing leigu á beitasvæðum og vísa málinu til endanlegrar afgreiðslu í sveitarstjórn. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykki samningu með Hestamannafélagið Borgfirðing leigu á beitasvæðum að Hamri, landi vestan Vesturlandsvegar á svæðum 3, 4, 5, 6, 7 og 10 með gildistíma til 31. desember 2029 og felur sveitarstjóra að undirrita samninginn. Og forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Við erum komin að dagskrárlið nr. 15 sem ber heitið samskipti við veitur vegna vatnsveitu á Varmalandi með málsnúmeri 2405 162 og það er afgreiðsla frá fundi umhverfis- og landbúnaðarnefndar nr. 73 mögulega vatnsöflun úr landi Litlaskarðs og þar segir í bókun nefndarinnar umhverfis- og landbúnaðarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja verkáætlun verkís. Þar er gert ráð fyrir að farið verði í mat á endurnýjun, mælingu og mögulegu vatnsöflun frá fyrir vatnsveitu Varmalands. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykki framlaga verkáætlun verkís dagsett 13. maí 2026 og felur sveitarstjóra að vinna málið áfram. Forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að dagskrárlið nr. 16 sem ber heitið val á listamanneski borgarbyggðar 2026 með málsnúmeri 2605 015. Á fundi byggðarlags borgarbyggðar nr. 743 var samþykkt eftirfarandi tillaga. Lögð fram tillaga að fyrirkomulagi við val á listamanneski borgarbyggðar 2026. Í ljósi sveitarstjórnarkosninga þá leggur byggðarráð til við sveitarstjórn að skipuð verði 3 manna valnefnd sem vinnur úr tillögum og velur listamanneski borgarbyggðar 2026. Og það er kannski rétt að bæta því við að ég held ég sé ekki að fara með rangt mál að það sé þegar komin út auglýsing þar sem er óskað eftir tilnefningun. En forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóð þá það liggur fyrir eftirfarandi tillaga. Sveitarstjórn ákveður að skipuð verði 3 manna valnefnd sem vinnur úr tillögum og velur listamanneski borgarbyggðar 2026. Sveitarstjórn skipar í nefndina Þórunni Kjartansdóttur, Evu Margréti Jónudóttur og Stefán Brodda Guðjónsson. Og forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða. Við erum komin að dagskrárlið nr. 17 sem ber heitið þarfagreining vegna parketthúss í Borgarnesi með málsnúmeri 2505 246. Það er afgreiðsla samþykkt samhljóða frá fundi byggðarráðs nr. 743 og þar segir í bókun byggðarráðs: byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að fara í lokað 2 þrepa hönnunarútboð með forvali ásamt því að láta framkvæma jarðvegskönnun á fyrirhuguðu framkvæmdasvæði. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn ákveður að fara skuli í lokað 2 þrepa hönnunarútboð með forvali ásamt því að framkvæmt verði jarðvegskönnun á fyrirhuguðu framkvæmdasvæði. Ég bið það fulltrúa sem samþykkja framkvæmna bókun að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða.
Við erum komin að dagskrárlið númer 18 sem ber heitið Brattagata gatnaframkvæmdir með málsnúmeri 2510-327. Eftirfarandi afgreiðsla var samþykkt samhljóða á fundi byggðarráðs númer 743. Byggðarráð samþykkir að leggja til við sveitarstjórn að láta fara fram útboð við fyrsta áfanga endurbyggingar Bröttugötu í Borgarnesi á grundvelli framlagðra útboðsgagna. Framkvæmdir fari fram sumarið 2026. Kostnaðaráætlun innan fjárheimilda ársins. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið og það enginn sem kveður svo hljós og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir að fara skuli fram útboð á fyrsta áfanga endurbyggingar Bröttugötu í Borgarnesi á grundvelli framlagðra útboðsgagna. Forseti biður það fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Við erum komin að 19. dagskrárlið sem ber heitið útboð á hýsingu, kerfisrekstri og notendaþjónustu tæknilegra innviða. Með málsnúmeri 2510-364 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 741. Farið var yfir val boða á grundvelli þegar framlagðra opnunarskýrslu. Búið að velja tilboð Advania IHF, kennitala 590269 7199. Ákveðið að taka tilboðið Advania, kennitölu 590269 7199 sem var metið hagkvæmast út frá valforsendum. Sveitarstjóra farið að vinna málið áfram og leggja fyrir sveitarstjórn. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður svo hljós og þá liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir að taka skuli tilboðið Advania, kennitölu 590269 7199 sem var metið hagkvæmast út frá valforsendum og að gengið verði til samninga á þeim grunni. Og forseti biður það fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Við erum komin að dagskrárliði númer 20 sem ber heitið aðkomuvegur að fjölnotahúsi með málsnúmeri 2603-024 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 742. Niðurstaða verðfyrirspurna vegna gatnaframkvæmda við aðkomuveg og það framlögð opnunarskýrsla og byggðarráð leggur til að tilboð lægstbjóðanda verði valið á öllum skilyrðum uppfylltum. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það enginn sem kveður svo hljós og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir að tekið verði tilboði lægstbjóðanda Borgarverks EHF og felur sveitarstjóra að ganga til samninga. Og forseti biður þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Afsakið. Við erum komin að dagskrárlið númer 21 sem ber heitið umsókn lóð stækkun við Engjás 2810 með málsnúmeri 2311-239 og það afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 273. Þar lögð fram drög að samkomulagi uppgjör gatnagerðargjalda vegna úthlutunar og stækkunar lóða við steypistöðina við Engjás. Sæmundur Óskarsson sat fundinn undir þessum dagskrárlið. Byggðarráð samþykkti fyrir sitt leyti framlögð drög að samkomulagi við steypistöðina uppgjör gatnagerðargjalda vegna úthlutunar og stækkun lóðan við steypistöðina við Engjás í Borgarnesi að teknu tilliti til breytinga sem samþykktar voru á fundunum. Sveitarstjóra falið að fullnuna samkomulag og leggja fyrir sveitarstjórn. Á lóðinni hyggst steypistöðin auka verulega starfsemi sína á næstu árum. Þannig stendur til að stækka verksmiðju fyrirtækisins 5.500 fermetra sem skapar að líkindum 35-40 störf í Borgarnesi. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Sigrún Ólafsdóttir hefur beðið orðið. Forseti, sveitarstjórn og sveitarstjóri og aðrir áheyrendur. Mig langar aðeins hér að gera grein fyrir afstöðu minni í þessu tiltekna máli og ég vil hér í upphafi ítreka að ég svo sannarlega hlynnt því að stutt sé við fyrirtæki í sveitarfélaginu þannig að þau ná að vaxa og dafna eins og kostur er og þá sjálfsögðu við steypistöðina og bara öll önnur fyrirtæki. Hins vegar þarf að vera skýr rammi það hvernig það gert af hálfu sveitarfélagsins. Þegar taka á stórar ákvarðanir sem fela í sér mikla hagsmuni fyrir sveitarfélagið, fyrirtæki, íbúa sveitarfélagsins, þurfa þær að byggja á traustum grunni, mjög traustum. Sá grunnur verður til þegar kjörnir fulltrúar og sérfræðingar hafa lagt saman í vinnu þar sem horft til hagsmuna sveitarfélagsins og vinnuferlar verða gerðir gegnsæir fyrir alla aðila.
Þetta finnst mér aðeins skort á í þessu máli en kannski það bara tilkomið vegna þess að ég sit ekki í byggðarráði. Því kýs ég við atkvæðagreiðsluna hér á eftir að sitja hjá við þessa atkvæðagreiðslu. Upplýsingar, en ég ítreka og bara ítrekað aftur, skýrt og hátt. Ég styð heilshugar við alla uppbyggingu og jákvæða þróun í sveitarfélaginu, sama hvort það snerti þetta mál eða önnur. En mitt mat að upplýsingar, samtal og fagmennska séu lykill að góðum árangri sem skapar traust og virðingu í mikilvægum málum. Því, eins og ég sagði hér í upphafi, hef ég kosið að sitja hjá við þessa atkvæðagreiðslu. Takk. Takk fyrir það, Sigrún. Og orðið er laust dagskrárlið 21. Telma Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Mig langar að fá að taka undir hvert orð hjá henni sveitarstjórnarfulltrúa Sigrúnu. Sjálf missti ég af síðasta byggðarráðsfundi þar sem þetta mál var til umræðu, en miðað við þau gögn sem ég get aflað mér í undanfara þessa sveitarstjórnarfundar, þá get ég ekki séð að það sé farið í einu og öllu eftir þeim leikreglum sem ég allavega taldi í gildi við ákvarðanir sem þessar, og þar af leiðandi kem ég til með að kjósa gegn þessu. En eins og Sigrún nefndi að þá tek ég heils hugar undir það að ég fagna allri uppbyggingu. Hún verður bara að vera á réttum leikreglum byggð. Takk. Takk fyrir það, Telma. Og orðið er ennþá laust þennan dagskrárlið. Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið. Já, takk fyrir það, forseti, sveitarstjóri eða stjórn, starfsmenn og aðrir áheyrendur. Bara til að taka af allan vafa, þá er ekkert misjafnt í gangi með þetta mál. Og ég ætla bara að taka það á mig og biðjast innilegar afsökunar á því ef að upplýsingum hefur ekki verið komið nægilega á framfæri hér við fulltrúa í sveitarstjórn, en þetta mál er búið að vera til umræðu í byggðarráði öðru hvoru síðastliðið hálft ár að minnsta kosti. Og þetta var niðurstaða byggðarráðs samráð á síðasta fundi að væri eðlileg afgreiðsla á málinu, og því tel ég það að við eigum að klára það. Takk. Takk fyrir það, Davíð. Telma Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, mig langar að biðja sveitarstjórnarfulltrúa Davíð að útskýra aðeins betur af hverju hann telur þetta vera rétta nálgun og rétta leið að samningnum, svona bara til upplýsingar. Takk. Takk fyrir það, Telma. Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið. Ég get bara sagt það að hér er ekki hefðbundna lóðaúthlutun að ræða. Hér er að ræða beiðni sem kemur hér inn og er samþykkt samhljóða af allri sveitarstjórn fyrir 3 árum síðan, þar sem steypustöðin óskar eftir stækkun á sínu athafnasvæði. Var að ræða land sem ekki hafði verið á skipulagi sveitarfélagsins og utan alls skipulagssvæðis, utan gatnakerfi sveitarfélagsins, og þetta voru bara þetta er margt mjög sérstakt mál. Þetta er ekki eins og hefðbundnar lóðaúthlutun sé að ræða. Takk. Takk fyrir það, Davíð. Og orðið er ennþá laust þennan dagskrárlið. Telma Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bara eins og Davíð nefnir, sveitarstjórnarfulltrúinn Davíð nefnir, þá var sveitarstjórn alveg einróma að leggja þessa lóð í hendur steypustöðvarinnar þegar það kom fyrir sveitarstjórn, og ég er ekki ósammála því í sjálfu sér, en mig langar aðeins að fá betri útskýringar á því af hverju það komið að þessari niðurstöðu varðandi verðið sem verður greitt fyrir gatnagerðargjöld þarna, sem fer ekki alveg eftir
leikreglunum sem höfðu verið settar. Takk fyrir það, Telma. Davíð Sigurðsson, gjörðu svo vel. Það er vegna þess að, eins og ég kom inn á hér áðan, að þá er að ræða, þetta var ekki lóð. Lóðin er stofnuð sérstaklega utan þessa stækkun sem óskað var eftir utan skipulagðs svæðis. Brugðist var því. Það eru heimildir í úthlutunarreglum sveitarfélagsins að falla frá hefðbundnum gatnagerðargjöldum þegar að að ræða land utan skipulags svæðis og utan gatnakerfi sveitarfélagsins. Þannig að það var bara samkomulag milli sveitarfélagsins og fyrirtækisins þessa upphæð sem ræðir og bara svo það komi fram að þá er þetta ekki verulegur afsláttur frá því gjaldi sem eins og hefðbundið gjald væri að ræða. Takk. Takk fyrir það, Davíð. Forseti vill kannski bara fá að bæta við því það er verið að setja eitthvað vafasaman ljóma yfir þetta að það er bara alþekkt og algengt meðal bara sveitarfélaga landið og það hefur bara verið vilji og það er þannig sem kjörnir fulltrúar tala allt land að finna leiðir til þess að greiða götu fyrirtækja á sínum svæðum til þess að geta vaxið og dafnað og það er bara mjög ánægjulegt að fyrirtæki eins og Steypistöðin sjái tækifæri til vaxtar hér í þessu sveitarfélagi og ætla að stækka starfsemi sína og fjölga störfum og ég held að það ætti öllum að vera ljúft og skylt að taka þátt í að finna leiðir til þess að aðstoða fyrirtæki hér til þess að vaxa og vera ekki að slá einhverju fram eins og hér sé eitthvað misjafnt að ræða því að það er svo sannarlega ekki hægt að reyna að draga upp slíka mynd. En orðið er ennþá laust þennan dagskrárlið. Sigrún Ólafsdóttir, gjörðu svo vel. Sveitarstjóri, sveitarstjórn og aðrir áheyrendur. Ég ætlaði náttúrulega bara að gera grein fyrir mínu atkvæði eins og ég gerði hér áðan og hef svo sem ekki miklu við þetta bæta nema bara ítrekun á því að auðvitað fögnum við allri uppbyggingu nýjum fyrirtækjum og að þau verði öflugri og betri og hafi svigrúm. En það breytir ekki því að við þurfum að hafa leikreglur. Og það er bara algjörlega máli sem við þurfum að horfa á. Og ég er ekkert að að einhverju misjöfnu hér, þó ég sé að spegla þessa skoðun mína hér, að upplýsingaflæðið hafi ekki verið kannski með þeim hætti. Ég tek afsökunarbeiðni formanns byggðarráðs gilda og kannski er það bara þannig að við eigum að vera harðar í því að fá allar þær upplýsingar alltaf þegar við heyrum einhvern orðróm eða eitthvað slíkt. En ég bara ítreka það einu sinni en öll uppbygging á jákvæðan máta er frábær, það er það sem við viljum í okkar flotta sveitarfélagi með glæsilegu fyrirtæki, sama hver þau eru, en við þurfum að hafa leikreglur. Við viljum ekkert hafa eitthvað bananalýðveldi sem að það kannski eitt hendar þessu og öðru þessu. Hvað er stórt fyrirtæki, hvað er lítið fyrirtæki, hvað ætla þau að gera, hvað langar þeim að gera. Við þurfum bara að hafa smá taum á þessu öllu saman. Ég bara óska öllum fyrirtækjum í borgarbyggð og íbúum bara velfarnaðar í þessu máli. Ég vildi bara nálgast þetta með þessum hætti og þess vegna gerði ég grein fyrir mínu atkvæði. Takk fyrir það, Sigrún, og orðið er ennþá laust þennan dagskrárlið. Það er ekki fleiri sem kveður sér hljós og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykkir samning við Steypistöðina EHF uppgjör gatnagerðargjalda vegna úthlutunar og stækkun lóðar við Engjás í Borgarnesi dagsettu 13. maí 2026 og felur sveitarstjóra að undirrita samkomulagið. Og forseti biður það fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Einhverjir sem kunna að sitja hjá. Einhverjir sem á móti. Einn á móti og tveir sem sitja hjá. Fimm sex sem kusu með. Tveir sem sitja hjá. Ragnhildur og Sigrún sitja hjá
Og Telma Dögg greiðir atkvæði á móti samningnum. Komið. Takk. Þá erum við komin á dagskrárlið númer 22 sem ber heitið Sala samkomuhússins við Þverarétt með málsnúmeri 22-04038. Það er afgreiðsla frá fundi byggðarráðs númer 743. Þar er framlagt afsal vegna sölu á samkomuhúsinu við Þverarétt til Kvenfélags Þverárliða samanber afgreiðslu funda byggðarráðs númer 737 og 738. Byggðarráð felur sveitarstjóra að undirrita með fyrirvara staðfestingu sveitarstjórnar. Byggðarráð fagnar því að þessi áfangi sé nú í höfn og félagsheimilið sé komið í eigu Kvenfélags Þverárliðar sem hefur haft umsjón með húsinu undanfarin ár. Byggðarráð vonast til þess að þetta skref verði til að efla nýtingu hússins og stuðla að vernd og viðhaldi þess samfélaginu til heilla. Félagsheimilið fer í góðar hendur þeirra sem hafa sinnt því að alúð í áratugi. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Telma Dögg Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, mig langar að fá sveitarstjóra hér upp til að gera grein fyrir þeim kostnaði sem féll til fyrir sveitarfélagið við sölu á félagsheimilinu. Takk fyrir það, Telma. Stefán Broddi Guðjónsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, það engin kostnaður sem fellur til á sveitarfélagið nema að hvort það einhver hefðbundin bara gjöld sem falla alltaf í hlut seljanda en það engin meðgjöf sem fólst í þessu uppgjöri þannig að það öll gjöld sem falla til kaupanda og lenda á kaupanda í fasteignaviðskiptum. Kaupandi greiðir þau gjöld og seljandi greiðir þau gjöld sem falla til seljanda. Nú ég bara ekki með tölurnar hjá mér en skilur, ég held að þetta eru hverfandi kostnaðar sem fellur á sveitarfélagið ef þá hann hverfandi. Takk fyrir það, Stefán Broddi. Orðið Telma Dögg Harðardóttir er beðið eftir orðið. Gjörðu svo vel, Telma. Forseti, mig langar að spyrja sveitarstjóra hver sá söluna og voru honum greidd söluþóknun? Stefán Broddi Guðjónsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Takk fyrir spurninguna. Fasteignasala Nes sá söluna og Fasteignasala Nes fær þóknun sem bara samkvæmt þeirra gjaldskrá. Ég get eins og bara sótt allar þessu upplýsingar og komið þeim fyrir á fyrsta fundi byggðarráðs eftir þennan fund. Þannig að öll gögn þá liggi þá fyrir. Eins og ég bara hefði ekki fyrir frammi og tekur smá stund að sækja þau. En eins og ég ítreka, þetta eru hverfandi kostnaðir sem fellur á sveitarfélagið frá okkur. Takk fyrir það, Stefán Broddi. Orðinu fær laust. Telma Dögg Harðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, þar sem ég er kynnt með gögn málsins að þá langar mig bara að benda á það að þarna að ræða sölu á fasteign sem kaupendur þekkja húsið afskaplega vel og þetta svo sem bara málamyndagjörningu til að koma húsinu í góðar og réttar hendur. En mér þykir leitt að það hafi verið farin þessi leið frekar heldur en að láta bara starfsmenn ráðhússins umsýsluna þar sem þetta felur ekki í sér neina sérstakar tekjur fyrir sveitarfélagið. Takk. Stefán Broddi Guðjónsson hefur beðið orðið. Já, takk fyrir spurninguna. Ég ætla ekki að biðjast afsökunar á því að leita til sérhæfra aðila hér í sveitarfélaginu sem sjá svona viðskipti. Það fellur til kostnaðar þegar að starfsfólk sveitarfélagsins fer í það að eyða tíma sínum í að sinna alls konar viðskiptum sem það hefur ekki endilega sérþekkingu á. Það nú kjarninn í því að leita sérþekkingar annars staðar og þannig að ég held að við höfum bara komist að ágætri niðurstöðu í þessu tilviki. Takk. Takk fyrir það, Stefán Broddi. Það eru fleiri sem vilja kveðja sig hljóðs undir þessum dagskrárlið. Svo ekki, það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að undirrita afsal vegna sölu á samkomuhúsinu við Þverarétt til Kvenfélags Þverárliðar dagsettan 8. maí 2026.
Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Við erum komin að dagskrárlið númer 23 sem ber heitið skýrsla úthlutun til leikskóla með málsnúmeru 2603/325 og það afgreiðsla frá fundi fræðslunefndar númer 254. Það eru drög að reglum lagðar fyrir fræðslunefnd, verklagsreglur úthlutun til leikskóla og fræðslunefnd samþykki framlagðar reglur úthlutun fjármagns vegna stoðþjónustu í leikskólum Borgarbyggðar og verklagsreglur úthlutun stöðugilda til leikskóla Borgarbyggðar. Og forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður svo hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn staðfestir að verklagsreglur úthlutun fjármagns vegna stoðþjónustu í leikskólum Borgarbyggðar og úthlutun stöðugilda til leikskóla Borgarbyggðar. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Við erum komin að dagskrárlið númer 24 sem ber heitið aðalfundur Landskerfis bókasafna 2026 með málsnúmeru 2604/246 og það afgreiðsla fundi byggðarráðs númer 742 og það framlagt fundaboð og aðalfund Landskerfis bókasafna sem fór fram 12. maí 2026 og það framlagt og byggðarráð felur Þórunni Kjartansdóttur forstöðumanni menningarmála að mæta fundi fyrir hönd sveitarfélagsins. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið. Það er enginn sem kveður svo hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn felur Þórunni Kjartansdóttur forstöðumanni menningarmála að mæta á aðalfund Landskerfis bókasafna fyrir hönd Borgarbyggðar. Og bið þá fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Við erum komin að dagskrárlið númer 25 sem jafnframt síðasti afgreiðsluliður hérna hjá okkur í dag sem ber heitið snjómokstur í Borgarnesi með málsnúmer 2602/276 og það afgreiðsla frá fundi umhverfis- og landbúnaðarnefndar númer 73 og það lögð fram endanleg drög að útboðsgögnum fyrir snjómokstur í Borgarnesi. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd samþykkir útboðsgögnin fyrir sitt leyti og vísar þeim til byggðarráðs. Þar sem að ræða síðasta fund sveitarstjórnar og yfirstandandi kjörtímabili var ákveðið að taka málið beint upp í sveitarstjórn í stað þess að vísa inn í byggðarráð. Forseti gefur orðið laust þennan dagskrárlið og það er enginn sem kveður svo hljóðs og það liggur fyrir eftirfarandi tillaga bókun. Sveitarstjórn samþykki framkomin útboðsgögn og að fara skuli fram útboð á grundvelli þeirra. Sveitarstjóra falið að vinna málið áfram og forseti biður þá fulltrúa sem samþykja að gefa merki. Afsakið. Forseti ætlar að fá að taka hérna aðeins upp aftur mál 11. Það kannski sáu það einhverjir á mér áðan að ég hikaði aðeins við afgreiðslu þessu máli. Það var einfaldlega út af því að það vantaði texta sem útskýrði svona meira hvað við værum að afgreiða. Þannig að ég ætla að fá að lesa þetta bara aftur upp og það sem sagt, þetta svohljóðandi. Lögðu fram umsagnarbeiðni úr skipulagsgátt dagsettan 17. apríl 2026 ákvörðunar matsskyldu fyrir strengvæðingu vatnshamrar Ferjubakki. Framkvæmdin felur í sér að leggja núverandi 19 kV loftlínu á jörð á milli tengivirkis á vatnshömrum Ferjubakka og undir Hvítá. Strengleiðin í heildina 6,8 km löng, 6 33 kV strengi verið plægðir niður. Í 2 plógförum við plægingu notast við plógvél og aðra vinnuvélar sem hefur nægilegt flot, spyrnu og togkraft til þess að komast sér hjá því að spilla að óþörfu yfirborð landsins. Strengirnir fara niður á 90 cm dýpi og landið skorið með skurðarhjóli áður en plógurinn fer í gegn. En þannig komið í veg fyrir að yfirborð dragist við plægingu. Jarðvegur leggst að strengnum leið og hann kemur út úr strengrennu sem aftan plóginn. Eiginlegt rask vegna framkvæmdarinnar á aðalega við plógförin 2 sem hvort sig verða 30–40 cm breidd. Heildarumfang svæðins sem kann að raskast takmarkast þó við breidd gröfina sem sér plægingu en gera má ráð fyrir að það séu
til 3 metra breitt, 2–3 metra breitt svæði. Með góðum undirbúningi og vali á réttum vinnutækjum má halda því í lágmarki. Strax að planki lokunin keyrt yfir, farið með belti til að loka því. Strengirnir fara svo undir Hvítá í einu fari. Sú þverin um 510 metrar löng, þar að verða 270 metrar í virkum árfarvegi. Jarðstrengirnir verða dregnir í gegnum ídráttarrör sem verða grafin í árbotninn. Niðurstöður dýptarmælinga benda til þess að vatnsdýpið sé að hámarki 2 metrar í álum í ánni. Botninn mjög sendinn og má gera ráð fyrir því að álar séu síbreytilegir. Því þarf að koma jarðstrengnum niður fyrir að minnstakosti 2 metra dýpi undir virkum farvegi árinnar. Til að halda ídráttarrörin niðri þarf að setja steinsteypt farg utan ídráttarrörin með reglulegu millibili. Síðan fyllt yfir rörin, fyrst með sandi eða möl og síðan með grófara efni til að rofverja botn árinnar yfir ídráttarrörunum. Ákjósanlegast að það sé gert með efni úr vinnufyllingunni. Á meðan að framkvæmdin stendur verða vinnufylling fyrir vegslóða lögð út í ána. Á leirunum á norðurbakkanum mögulegt að koma ídráttarrörum fyrir á þurru en þar flæðir yfir á háflóðið. Það þó þörf á slóðagerð og yrði efnið úr slóðanum notað sem rofvörn þegar fyllt yfir ídráttarrörin. Strengurinn víkjandi fyrir framtíðarskipulag og ekkert eiginlegt helgunarsvæði. Þetta var í rauninni sú bókun eða sá inngangur sem var á þeirri afgreiðslu þar sem við afgreiddum áðan að skipulags- og byggingarnefnd teldi að framkvæmdin sé ekki háð mati á umhverfisáhrifum og fól skipulagsfulltrúa að leggja umsögn fyrir sveitarstjórn til afgreiðslu. Nú vita allir og þetta er nú einn svona skemmtilegasti inngangur sem ég hef lesið og öllu fróðari þetta, hvernig þessi framkvæmd fer fram. En viljum við greiða atkvæði þetta aftur? Já. Að biðja þá fulltrúa sem samþykkja eftirfarandi bókun. Skipulags- og byggingarnefnd telur að framkvæmdin sé ekki háð mati á umhverfisáhrifum og felur skipulagsfulltrúa að leggja umsögn fyrir sveitarstjórn til afgreiðslu. Og forseti biður því fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Og það samþykkt samhljóða. Já, það í Ökleðeyra og sviðsstjóri stjórnsýslusviðs, ég ætla að sjálfsögðu að hafa allt upp á punkt og prik hérna hjá okkur, eðlilega. En við erum þá búin með þá dagskrárliði sem þarfnast afgreiðslu hér og erum komin að fundargerðum og það fyrst fundargerð byggðarráðs Borgarbyggðar og það fundargerð frá fundi númer 741 og orðið laust þessa fundargerð byggðarráðs. Það enginn sem kveður svo hljós og þá telst hún framlögð. Næst það fundargerð byggðarráðs frá fundi númer 742. Forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Það enginn sem kveður svo hljós og þá telst hún framlögð. Þá það fundargerð frá fundi byggðarráðs Borgarbyggðar númer 743 og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Það enginn sem kveður svo hljós og þá telst hún framlögð. Þá erum við komin að fundargerð skipulags- og byggingarnefndar frá fundi nefndarinnar númer 86 og ég bið formann nefndarinnar Davíð Sigurðsson að koma hér upp og fara yfir fundargerðina. Gjörðu svo vel, Davíð. Takk fyrir það, forseti, sveitarstjórn, starfsmenn og aðrir áheyrendur. Fyrsti liður á dagskrá var tekinn fyrir hér áðan. Það var breyting á landnotkun Hvítávellir, efnistökusvæði og einnig var annar liðurinn, það var deiliskipulag Sveinukots tekinn fyrir hér áðan og þriðji liðurinn líka, umsókn deiliskipulag Baula og fjórði liðurinn Bjarðsland 2, breyting á deiliskipulagi. Hann höfum við fjallað hér fyrr og fimmta liðinn, það var verið að endurtaka hann hér áðan, það var umsókn strengvæðingu. Svo var sjötta leyfið, það var rekstrarleyfi í frístundabyggð, en þar var lagt fram og ræddar þær reglur sem sveitarfélagið hefur sett sér gististaði innan frístundabyggðar og það eru fyrirliggjandi reglur sem voru samþykktar hér fyrir einhverjum árum síðan
en skipulags- og byggingarnefnd fól skipulagsfulltrúa að koma með tillögu að endurskoðun reglum og leggja fyrir nýja sveitarstjórn þegar hún tekin til starfa. Svo voru lagðar fram 2 afgreiðslufundargerðir, annars vegar skipulagsfulltrúa og hins vegar byggingarfulltrúa. En ég tek við fyrirspurnum ef einhverjir eru. Takk. Takk fyrir það, Davíð. Og orðið laust fundargerð skipulags- og byggingarnefndar. Það enginn sem kveður sér hljóðs og það telst sú fundargerð framlögð. Þá erum við næst komin að fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi nr. 73 og ég bið formann nefndarinnar Sigrúnu Ólafsdóttur að koma hér upp og fara yfir fundargerð nefndarinnar. Gjörðu svo vel, Sigrún. Takk fyrir það. Forseti, sveitarstjórn og aðrir áhorfendur. Þá það hér fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar nr. 73. Þar var fyrsta mál á dagskrá beiðni Beitarhólf á leigu. Þann samning tókum við fyrir hér áðan og það á líka við lið nr. 2 sem beitarsamningur Hamarsland sem var tekinn fyrir hér áðan, þannig ég ekkert að lengja tímann upp á það að gera. Númer 3 var liður sem heitir Bjarnhólar aðgangsstýring og þar ræddum við uppsetningu á aðgangsstýring á Bjarnhólum sem fyrirhugað að setja og það var rætt tengingu við rafmagn og vangaveltur hvernig væri hægt að nýta þetta sem allra best á þessu svæði. Það kom meðal annars fram í þessu að það verið að nýta þarna hluti sem voru til og notaðir í annað. Þannig að fjárþörfin við þessar framkvæmdir minni sem því nemur og umhverfis- og landbúnaðarnefnd fól umhverfisfulltrúa að vinna málið áfram og samþykkti þessa uppsetningu fyrir sitt leyti. En þetta náttúrulega eitthvað þarna sem að náttúrulega einhver viðbót sem í gangi. Síðan var komið að 4. lið sem snjómokstur í Borgarnesi og það var lögð fram endanleg drög að útboðsgögnum fyrir snjómokstur í Borgarnesi og þetta var farið yfir og útboðsgögnin samþykkt fyrir okkar leyti í umhverfis- og landbúnaðarnefnd. Númer 5, það var beiðni hjólabraut neðan Vatnstangs í Borgarnesi og þar var framlögð beiðni Hjólreiðafélags Vesturlands afnota svæðinu neðan Vatnstangsins í Borgarnesi upp í Bjarslandi til nánari útskýringar. Og málið var tekið fyrir í byggðarráði 30. apríl á fundi númer 742 og þaðan vísað til umfjöllunar inn í nefndina og þetta var rætt þarna og við smeltum upp mynd í kortasjánni til þess að sjá hvað þetta væri og svona staðfesta það allt hjá okkur og umhverfis- og landbúnaðarnefnd bara fagnaði þessari hugmynd og tekur jákvætt í erindið og samþykkir þetta fyrir sitt leyti. Mál númer 6, það var samskipti við veitur vegna vatnsveita og Varmalandi og þetta mál sem við höfum nokkrum sinnum fengið inn á borð hjá okkur á kjörtímabilinu og það var lögð fram á þessu fundi verkáætlun frá Verkís mat á endurnýjun og mögulegum vatnsöflun og mögulegri vatnsöflun fyrir vatnsveitu Varmalands og þetta svo sem mál sem hefur verið nokkur sinnum á dagskrá og rætt og þeir sem að þessu koma vita hvernig það mál hefur verið en umhverfis- og landbúnaðarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja verkáætlunina samkvæmt þessu. Þetta verkáætlun frá Verkís og þar gert ráð fyrir að farið verði í mat á endurnýjun, mælingum og mögulegur vatnsöflun fyrir vatnsveitu Varmalands. Þetta mál svona í vinnslu og það var kom fram að þetta væri bara komið allt í sinn farveg sem að ætla mætti með við þetta. Mér langar kannski í lokin að því þetta í síðasta sinn sem að ég fer yfir fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar á þessu kjörtímabili og eins og áður hefur komið fram að þá erum við að þó nokkur að skila inn keflinu og nýir aðilar að berjast á þeim vettvangi sem að þeim ber til þess að afla sér sæti inn í sveitarstjórn til næstu 4 ára.
Og ég vil bara þakka af heilum hug samfylgdina síðustu 4 árin. Þessi tími hefur verið lærdómsríkur, krefjandi en fyrst og fremst skemmtilegur. Samtölin við íbúa, tækifærin til að kynnast daglegu starfi fólks og fá innsýn inn í líf þeirra bara stórkostlegt. Og það svo frábært og gaman að vita bara hvað mikið að gerast í okkar góða sveitarfélagi. Og ég held að við getum bara öll tekið undir það að það ansi margt í blóma, þó svo við rífumst kannski á einhverjum tímapunktum, aðferðir og eitthvað sem við þurfum að gera. Ég afar stolt af mörgu sem við í sveitarstjórn höfum áorkað á kjörtímabilinu. Við höfum samþykkt fjöldan allan á góðum málum og hrint þeim í framkvæmd. Mjög mörgum. Af því getum við verið mjög stolt. Við höfum líka tekið þungar og erfiðar ákvarðanir, en reynt að fremsta megni að gera alltaf ábyrgð og heilindum. Ég held að allir reyni alltaf að gera sitt besta. Ég væri samt ekki að segja satt ef ég viðurkenndi ekki að sum mál kannski þróast öðruvísi heldur maður stoltur af. En það bara, lífið svona, alveg sama hvar. Ég hef kynnst mörgu frábæru fólki sem ég á eftir að sakna mikið, sveitarstjórn, nefndir, íbúar, og að lokum vil ég þakka sérstaklega öllu góða starfsfólkinu hjá Borgarbyggð. Því líkur auður. Og ég held að það hljóti stundum að rífa í að tjónka við freka kjörna fulltrúa. Þannig að ég ber mikla virðingu fyrir þessu fólki sem að sjá þetta daglega stús alla daga. Og mér langar svona aðeins að bara hnýta við ykkur sem í framboði vil ég segja, standið með ykkur sjálfum, ykkar sannfæringu. Það reynir á og sterk bein nauðsynleg. Talið saman og byggið upp traust alla daga. Berið virðingu fyrir ykkur sjálfum og samferðafólkinu, þá mun ykkur farnast vel. Þetta vinna, vinna, vinna og meiri vinna með dass af skemmtilegum og óvæntum uppákomum. Gleðilegt sumar, íbúar Borgarbyggðar, sveitarstjórn og þið öll, áfram Borgarbyggð. Takk fyrir mig. Og að sjálfsögðu svara í spurningum fundagerðinu ef eitthvað er. Takk fyrir það, Sigrún, og góð orð. Og það opið fyrir þá sem vilja tjá sig fundagerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar. Og það enginn sem kveður svo hljóðs og þá telst svo fundagerð framlögð. Og þá erum við komin á dagskrárlið 32 sem fundagerð fræðslunefndar Borgarbyggðar frá fundi nr. 2. Dagskrárlið 31, ok. Ég búin að vera að segja vitlaust kannski? Nei, ok. Anyways. Já, herðu, ég vantilega að skauta fram með því. En ég býð formann fræðslunefndar, Eðvarð Ólafur Traustason, gjörðu svo vel. Takk fyrir það, forseti, ágæta sveitarstjórnarfólk, starfsmenn og aðrir áhorfendur. Ég kem hér til að kynna fundagerð 254 hjá fræðslunefnd. Fyrir fundinum lágu 4 mál og við fundum þann 4. maí. Og fyrsta mál á dagskrá var kunnuglegt stef. Það eru skóladagatölin sem voru þarna í síðasta yfirlestri fyrir komandi skólaár, 26-27. Og svona frá því að við tókum við í fræðslunefnd, þá var þetta nú komið svona í nokkuð fast form. Þessi dagatöl okkar, það búið að sameina starfsdaga og annað innan leikskóla og grunnskóla, en kannski svona það sem svona yfirleitt verið að ræða að breyta og einhverjar hugmyndir breytingar eru oft þessi vetrarfrí og það sýnir sitt hvað í því og það alltaf svona ákveðnar ábendingar. Það var núna kannski mest verið að horfa til þess að það eru margir skólar á höfuðborgarsvæðinu sem að taka eða tóku frí á sama tíma og við í fyrra, sem var kannski til þess að það var bara erfitt yfir höfuð að fá gistingu og annað fyrir þá sem vildu til dæmis fara til Akureyrar. Þannig að það var svona kannski það helsta sem verið að ræða í þetta skiptið. Þetta var síðustu drög og þarna var náttúrulega búið að taka tillit til skólanefndana, athugasemda skólanefnda, foreldrafélaga og náttúrulega bara skólana í heild. Þannig að það alltaf ákveðið svona, það fer allmikil tími í þetta samt á hverju ári og það alltaf ákveðið léttir þegar þessu lokað.
Mál nr. 2, skemmtilegt mál. Það verið að kynna fyrir okkur sveitarstjórnarkosningar unga fólksins og þá var verið að ræða kosningar inn í grunnskólanum og kynna bara þetta lýðræði sem við búum við og kosningar almennt. Þetta bréf kom frá umboðsmanni barna og á þess að ég ætla að fara eitthvað ofan í þetta, þá var þetta bara á höndum hvers skóla fyrir sig eftir ákveðinni forskrift og þessi niðurstaða úr þessum kosningum mun birtast í upphafi kosningasjónvarpsins á RÚV ef ég skildi rétt. Þannig að það verður gaman að sjá hvernig börnin okkar hérna horfa á þetta og hvað kemur út úr því. Mál nr. 3 var skýrsla úthlutun til leikskóla. Við tókum þetta mál fyrir núna hérna áðan, nr. 23. Og þetta semst bara verið að fara yfir reglur úthlutun á fjármagni vegna stoðþjónustu, verklagsreglur varðandi bara úthlutun stöðugilda og bæði þá í leikskólanum okkar. Og við höfum unnið eftir Hafnarfjarðarmódeli frá 2019 og það eru þær reglur sem við höfum verið að vinna eftir núna, en núna var verið að taka þetta aftur upp og það er það sama í Hafnarfirðinum. Þau eru búin að endurskoða sínar reglur og það hefur svona verið haft til hliðsjónar í úrvinnslu þessa hjá okkur. Farsældin kemur náttúrulega þarna inn, þannig að það eru svona ýmsar breytingar sem að hefur þurft að fara yfir í þessari vinnu. Og svo bara að síðustu þá það bara var lagt fram til upplýsinga, bara verið að setja okkur inn í vinnu að reglum starfsemi frístundaheimila í Borgarbyggð. Þetta semst bara frístundin okkar og það þá bara var verið að fara bara yfir þessar almennu reglur rekstur þeirra, tímabil sem þau eru rekin og það verið að fara yfir fjölda, mögulega lágmarksfjölda í ákveðnum einingum til þess að sé hægt að halda kannski slíku starfi úti og annað eftir því. Fleira var ekki gert á þessu fundi. Mig langar að taka undir orð Sigrúnar hér áðan. Þetta var svo falleg ræða hjá henni, ég ætla ekki einu sinni að reyna að komast í skóna hennar. En ég hef verið einstaklega ánægður með þessa nefnd og það sem hefur glatt mér svo mikið í henni að það svo skiptar skoðanir oft og við höfum átt svo málefnaleg samskipti og komist alltaf bara góður í niðurstöðu og mér þykir rosalega vænt þessa nefnd og ég ætti að sjá mikið eftir þessu fólki. Að sjálfsögðu tek ég undir varðandi ráðhúsið okkar og allar okkar starfsstöðvar allt að ég hef kynnst alveg rosalega mikið af góðu fólki og þetta hefur verið einstaklega lærdómsrík 4 ár. Margt sem hefur komið manni óvart en alltaf jákvæðan hátt. Við eigum eftir að funda einu sinni áður en að ný sveitarstjórn tekur við. Ég óska henni allsins besta og ég vona að það fólk sem hefur verið með mér í þessari nefnd eigi vonandi eftir að geta haldið áfram hjá henni vegna þess að það bara komin mikið þekking og annað sem væri mikilvægt fyrir okkur að hafa í framhaldinu. Annars tek ég eins og ávallt á móti spurningum ef einhverjir eru. Annars bara ætla ég að nota tækifæri og þakka ykkur fyrir samstarfið. Takk fyrir það, Öðvar. Og orðið laust fundargerð fræðslunefndar. Það er enginn sem kveður sér hljós. Þá telst hún framlögð. Forseti skautaði hérna fram hjá dagskrárliðnum 31 áðan sem var fundargerð umsjónarnefndar fólksins í einkunnum nr. 95 og vil því nota tækifæri bara að gefa orðið laust ef einhver kunni að vera þessa fundargerð. Svo er ekki, þá telst hún framlögð. Þá ætla ég að biðja varaforseta Evu Margréti Jónadóttur að taka við fundarstjórn. Forseti, sveitarstjórn og aðrir fundamenn. Þá erum við komin á síðasta dagskrárlið þessa fundar, nr. 33, sem er fundargerð velferðarnefndar Borgarbyggðar, nr. 171. Og ég vil biðja formann nefndarinnar, Guðbjörgu Glódóttur, að koma henni í pontu og fara við fundargerðina. Gjörðu svo vel. Takk fyrir það, Eva Margrét. Já, það var síðasti fundur velferðarnefndar á þessu kjörtímabili var í gær. Það voru ekki mörg mál sem voru voru á dagskrá. Fyrsta mál hjá okkur var trúnaðarbókin og fjárhagsaðstoð eins og vanalega. Það er kannski bara frá því að segja að þær aðgerðir sem hefur verið farið í síðustu mánuði hafa leitt til þess að við erum að greiða lægri upphæðir núna í fjárhagsaðstoð heldur en
til dæmis á sama tíma á síðasta ári, að það segja það það fari lækkandi, það voru greiddar 13 milljónir í síðasta mánuði. Dagskrárliður númer 2, breytingar á barnaverndarlögum og uppbyggingu barnaverndarþjónustu sveitarfélaga. Það var til umræðu erindi sem barst frá Dalabyggð viðræður þeirra að formlegri aðild að barnaverndarþjónustu Vesturlands og nefndin tók í rauninni jákvætt í það og samþykkti að það yrði bara farið í viðræður við Dalabyggð og eðlilegt að þeir verði hluti af barnaverndarþjónustu Vesturlands og nefndin fór félagsmálastjórinn að vinna bara málið áfram í samvinnu við sveitarstjóra Dalabyggðar. Þriðji liður á dagskrá skammtímadvöl fyrir fötluð börn, en við þekkjum þetta svo sem komið inn hjá okkur áður. Þetta tengist þeirri skammtímadvöl sem við hyggjumst fara í með öðrum sveitarfélögum hér á Vesturlandi í Holti, hér í þessu sveitarfélagi. Á fundinum var verið að fara yfir þessa fjárhagslegu þætti sem fylgja þessu og tillaga að rekstrarmódeli og fjárhagsáætlun og þetta er í rauninni sem hefur líka verið fjallað í byggðaráði og ávæntanlega eftir að ræða þetta eitthvað frekar áfram bæði innan sveitarstjórnar Borgarbyggðar og í samstarfi við þau sveitarfélög sem taka þátt í þessu með okkur. Þriðji og síðasti dagskrárliðurinn, gott að eldast, en í tengslu við gott að eldast hefur tengiráðgjafi á vegum SSV framkvæmt könnun á högum og líðan eldri borgara í Borgarbyggð, en markhópurinn var 80 ára eldri, þeir sem búa einir. Það var ekki búið að fullvinna gögnin þannig að þau voru ekki tilbúin til afhendingar, en það hefur þó komið fram að niðurstöður benda til þess að eldri borgarar séu ánægðir með þá þjónustu sem eru í boði í okkar sveitarfélagi, en málið þetta verður lagt fyrir að nýju formlega fyrir nýja velferðarnefnd og velferðarnefndin lagði í rauninni til að ný nefnd sem mun taka við eftir kosningar fái greinargóða kynningu á þeirri vinnu sem hefur verið innt af hendi og hvernig sú vinna komið til með að nýtast sveitarfélögunum á Vesturlandi, það er að segja starf tengiráðgjafa. En það var ekki fleira gert á þessum fundi. Takk. Bestu þakkir fyrir góða yfirferð. Orðið er laust, er einhver sem vill kveðja sér hljóðs? Davíð Sigurðsson hefur beðið orðið, gjörðu það svo vel. Já, takk fyrir það, forseti. Ég er ekki að fara að koma og ræða einstakt mál úr velferðarnefnd. Ég var að hugsa að fá að nota tækifærið því að ég gleymdi mér áðan. Þegar ég var að kynna fundargerð skipulagsnefndar, ég var búinn að gleyma því að við værum að kveðjast hérna í dag og ég ætla bara að nota tækifærið og þakka öllu því góða nefndarfólki sem hefur starfað með mér í skipulags- og byggingarnefnd á kjörtímabilinu og starfsmönnum nefndarinnar sérstaklega vel líka. Og svo ætla ég að nota tækifæri líka að kveðja ykkur kjörna fulltrúa í sveitarstjórn. Þetta er búið að vera mjög ánægjulegu tími síðastliðin 4 ár og bara, ég vil meina að við höfum unnið vel saman og bara takk kærlega fyrir. Takk fyrir þetta, Davíð. Orðið er enn laust, eru fleiri sem vilja kveðja sér hljóðs? Svo er ekki, þá telst þessi fundargerð framlögð og ég vil þá biðja forseta að taka aftur við fundarstjórn og vænti þess að hún muni einnig fara fögrum orðum okkar góða samstarf. Gjörðu svo vel, Guðveig. Takk fyrir það, Eva Margrét. Já, dagskrá er tæmd hér hjá okkur í dag og ég sjálfsögðu get ekki látið hjá líða að þakka ykkur hér í sveitarstjórn fyrir samstarfið síðustu 4 ár. Það hefur verið gott samstarf í sveitarstjórn og það
að markera kannski satt að sjá það helst á eins og þessum fundi í dag að það nú bara þannig að 95% af þeim málum sem við erum að vinna með og afgreiða þau eru samþykkt samhljóða af sveitarstjórn og ég bara þakka sveitarstjórnarfulltrúum hér fyrir mjög gott samstarf síðustu 4 ár og góð kynni. Ég vil líka þakka starfsmönnum sveitarfélagsins öllum síðustu ár fyrir mjög gott samstarf og ég vil sérstaklega þakka Stefáni Brodda Guðjónsssyni og Lilju Björg Ágústsdóttur sem ég verð að segja unnið nánast með síðustu 4 árin og það mikill mannauður sem við eigum í sveitarfélaginu og harðduglegt fólk sem vinnur fyrir sveitarfélagið hér öll héruð. Það hefur verið heiður að fá að gegna því hlutverki að vera forseti sveitarstjórnar í Borgarbyggð og ég mjög afar stolt af því sveitarfélagi sem ég bý í og sérstaklega fólkinu sem býr í þessu sveitarfélagi og það fólki sem gerir sveitarfélagið. Það eru svo mörg tækifæri í þessu sveitarfélagi, það verður gaman að sjá það vaxa og dafna. Ég fer bæði meir og þakklátt hver þennan stól hér eftir 12 ár. Afar þakklátt fyrir allt það fólk sem ég hef hitt og kynnst og já, ég ætla ekki að segja neitt meira annars fer ég að gráta. En ég segi bara þessum fundi slitið, þakka fyrir góðar umræður og sjálfsögðu þakka ég nú tækni teyminu okkar, Knáa, Kristínu og Eiríki og segi þessum fundi slitið. Amen.